Þórhildur Þorleifsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk. Ágætu ráðskonur og kallar. Ég vil nú leiðrétta þann misskilning sem að hefur komið fram að ég hafi verið að fara fram á að í stjórnarskráni yrðu í þessu 8. grein sem hér sett á blað að eitthvað ákvæði jafnrétti. Það hef ég ekki gert. Ég hef einungis reynt að svona reifa það hvort að það væru skyldur orðaðar við mannréttindi og lýðræði sem að fjölmiðlum væru lagðar á herðar. Þó það mætti auðvitað ábyggilega að tala landmálum það. Ég væri til að tala landmálum að það ætti að kveða miklu fastara orðu. Ég beini því bara til dæmis Andrésar, ekki spurningu, heldur til íhugunar sem hefur verið áhyggjur af því hvort að 15 ára dóttir hans að lesa áróður eða upplýsingar, hvort hann hafi ekki líka áhyggjur af því hvaða mynd dóttir hans fái af því hvaða framtíð bíður hennar og hver muni verða hennar staðar í framtíðinni. Að vísu mun hún eiginlega ekkert sjá það í fjölmiðlum vegna þess að það ekkert það. Eða það heilir til undantekninga. Hún fær fyrst og fremst skilaboð og hún sé meira og minna ósýnileg, nema hún svo sýnileg í þeim skilningi hún sé án fata, þá á hún líklega greiðan aðgang að fjölmiðlum. Ég minni á að við erum að hugsa að byrja stjórnarskrána eitthvað með þeim orðum að sérhver manneskja eigi rétt á að lifa virðingu og reisn. Ég nú eiginlega bara að fara fram á að fjölmiðlum verði lagðar eitthvað slíkar skyldur og herðar. Hér liggur fyrir breytingatillaga jafnræðisreglu og nú ætla ég ekki að fara að gera það umræðið efni hvort það byrjar allir eru jafnir fyrir lögum eða allir eru við jöfn. Heldur þar stendur njóta mannréttinda án nokkurs manngreinar álits. Síðan byrjuður upptalningin, svo sem vegna kynferðis, aldurs, arfgerðar og svo framvegis og þetta endar á konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. Það hlýtur að vera hægt að orða það með einhverjum hætti að þessa grein sem við ætlum að fyrir að setja inn í stjórnarskrá beri fjölmiðlum að virða. Takk.